FM 95 blöð með ykkur á þessum mánudeginum og þetta lagið Princess of China með Coldplay og Rihanna. Þetta hef ég bara ekki heyrt aður. Heyrðu ekkert í mér, hvað segja? Ég bara, nei, eiginlega ekki. Nei, ég heyrði þetta eitthvað illa í þér líka. Spurning, þetta var þetta eftir náða. Atnertu, já. Þetta var eitthvað nýtt lag, ég hef ekki heyrt þetta aður. Þetta var með Coldplay og Rihanna. Þetta hljómaði vel. Já. Ekki samt jafn gott og Paradise. Nei, ég er þetta búin að spila það líka í hverjum einasta þætti síðan að þetta byrjaði. Já, ég vona að ég fá að heyra það á eftir. Já, það er aldrei að vita. Það er stórkostlegur þáttur í okkur Bjössa í dag. Við erum með 2 nýja dagskrárliði sem eftir að vekja mikla athygli held ég. Já, ég er sammála því. Og eru skemmtilegir. Það er líka gaman að sjá sko hvað þátturinn sko, hann byrjaði vel, já. FM 95 blöð, bara þegar hann fór í lofti fyrir 2 vikum. Já. En hann er sko orðin tífalt betri. Já, þetta er bara á uppleið hjá okkur strákunum, það er þannig. Þetta verður bara orðið eitthvað rugl áramótin sko. Já, eða búið. Springur í loftið þá. Já, því að við erum með nýjan dagskrárlið í dag sem heitir Heyrt hefur og þar koma við mjög tilgangslösa fréttir í síðu Heyrt við sögu og Logi Bergmann aðstofar okkur með það. Svo er á eftir hérna sko, það er eitt símtal sem held ég eftir að gera allt vitlaust og það er í dagskrárliðinum sem ég kalla heldur framhjá mjólin. Já. Af því að við sem sagt lásum könnunum daginn hérna í þættunum þar sem að það var eitthvað búinn að gera könnunum það í Bandaríkjunum að fólk myndi halda meira framhjá yfir hátíðarnar. Og ég fór svona að pæla í því, hvað gerir svona könnun? Einmitt, mjög skemmt, sérstakt svona atriði þess að skoða, sko. Já, og ég prófaði þetta bara sjálfur. Ég hringdi bara í eitthvað fullt af fólki í dag og þú prófaði ekki að halda fram hjá mjólin? Nei, ég sleppti því, halda fram hjá sjálfur mér. Og ákvaða að hringja bara í fullt af liði og þið heyrið það hér eftir. Og það var einn mjög hress flugmaður sem opnaði sig í því. Og svo er Geir Ólafsson á leiðinni til okkar. Það er náttúrulega engin smá spaði til að fá í heimsókn, sko. Nei, við vitum að það gerist eitthvað, sko. Já, það er alltaf hressandi að fá Geir Ólafs og jafnvel að reyna að fá hann til að syngja þess að jólalagi sitt færeska. Ekki spurning. Sem gerir allt vitlaust í Færeyjum. Það er reyndar eitt, sko, ef þú gerir allt vitlaust í Færeyjum, þú verður ekki ríkur á því, en það er gaman að því. Já. Þetta hefur komið til Færeyja? Nei, sem betur fyrr. Nei, ég er samt farið að vikina, ég veit ekki, nei, þáttur næst nú ekki Færeyjum, nema í gegnum neti. Það kom mér pínu óvart. Ég held ég væri að fara í eitthvað mesta lúðahæli sem finnst bara fyrirfinnst. En svo var ekki, Færeyjar það er nettur staður sko. Er það? Já, það er, þú veist. Allavega betur en Grænland, þú kom til Grænlands líka, þú sagði mér að það hefði ekki verið gott. Ég fer aldrei aftur til Grænlands, ekki, þó ég fóði vel borga fyrir, ekki séns. Já, en það er efni sko heilan útvarpsþátt líka að ræða, það er ekki? Jó, það er bara, fólk er bara ekkert með full FM þar. Það veist ekki, til dæmis ekki kúlisúk. Því og Sveppi voru mættir á þriðjudagsmorgni og fólk gæti ekki haldið á vörunum sínum í búðina því það var svo drukkið. Þetta er gott sko, að þú ert mjög blautur og eðlisfari, þá er að gera fyrir Grænlandi og þá ertu bara, þú veist, þar telst ekki blautu þó að sér fullur upp á dag. Þegar þar er fólki actually getur ekki haldið á vörunum sínum út í búð, það er svo drukkið sko. Ég er samt ánægð með hvað þú ert vanur Grænlandsfarið, þú ert bara ekki í kúlisúk sko, kannski út í núk en ekki í kúlisúk. Þetta var svo að mamma sko, náttúrulega flugfélagi flýgur þarna sko og flugum með okkur yfir. Það er ógeðslega gaman að fara að sjá þetta, en ég er náttúrulega Sveppi festust þarna líka sko. Það var ekkert hressandi. Þú veist, þú getur ekki kúkað í klósett, það er bara svona balar og eitthvað kjaftaði sko. Þú fer bara 50 ára aftur í tíman, en eins og ég segi, að gera að tekka á þessu. Svo kemur hann líka hann Sölvi frá Skjá 1. Hann kemur inn í spjall, seinni hluta þáttarins og hann tengist einmitt netnauðgunum í dag, við ætlum að netnauðgunum. Heldur betur. Já, og Facebooki hans Bjössi, þú það er mikla skoðanir. Ég er mikla sterkar skoðanir á Facebookinu og ég hlakka til að ræða það við hann. Já, og bara ég hlakka líka til að lesa brauð fyrir áhorfendur eða hlustendur hvað er að gerast þar. Já. En herðu, ég var að spája að byrja þáttinn í dag á lagi sem að sló í gegn hjá okkur á síðasta föstudag. Það var hann Sverrir Bergmann sem tók föstudagslægi. Og verið tilbúin til að gráta núna sko. Þetta er þægilegt að mánudegi að fólk er svona að keyra heim og vinninu og svona. Þetta er Sverrir Bergmann að syngja Someone Like You með Adele. Já, glæsilegu flutningur þarna á ferð. Já, ég er ekki að segja þetta bara því að þetta er eitt besti vinnur, en mér finnst Sverrir Bergmann held ég bara besti söngurinn á Íslandi, sko. Og maður með svona rödd, hann er besti vinnur okkar allra. Já, það er nákvæmlega málið og það er líka alveg komið tíma að hann fara að syngja meira þessi lúðið maður. Hann er alltaf bara í einhverjum tölvuleikjum og það þarf eitthvað að sparkja raskat á honum. Ég er algjörlega sammála því sko, það þýðir ekki bara að vera með eitthvað joystick heima hjá sér sko. Nei, og líka orðin 31 á skiluru með svona rödd að fara að nýta hana. Nei. Hvað er málið sann sko, lærið hann aldrei söng eða þú veist, sko, að því að þetta er bara fáránlega rödd sko. Já, nei, hann held ég bara, þetta er eitthvað svona sem að menn fæðast held ég bara með. En það er mjög fyndið, ég er að horfa hérna á dyrasíman í stúdíónu, Geir Ólafsson stendur fyrir þetta og maður fær bara svona netta gæsa á því. Ég sé hann er í hvítri skyrtu, fáránlega velgreitur að dingla og reyna að komast inn í húsið.
en það sem ég í beinni útsendingu núna get ég ekki opnað fyrir hann sjálfur, ég vona bara að opna eitthvað fyrir honum þarna frammi. Kannski hann að hlusta á okkur og verður þá rólegur þarna á hurðinni. Já, en það hérna, herru, það komið að hressu innkominni, af því að ég fattaði það, þú mistir af hressinkomuna þegar þú varst í útlöndum. Já. Og það eru allir stjórnendur búin að taka hana. Já. Og það eiginlega bara svona pínu komið að þér og þú þekkir nú leikreglur. Já, ég heyriði þessar hressu innkomur hérna í síðustu viku og mér langaði að taka svona smá twist á mína sko. Okay. Það er mér svo gaman þegar svona, já, þessir FM útvarpsmenn og svona þessir hressu útvarpsmenn fara að segja frá því sem í fréttum sko í þessum hressa gír og kannski að segja einhverja svona alvarlegar fréttir og svona lesa það sem að gerast á Vísi. Þannig að ég ætla að hendi inn í mína innkomu nokkrum svona fréttapunktum sem ég fann áðan á Vísi. Nú ertu með twist á þessu, ég vil fíla það. Smá twist, sko. Ok, veistu hvað lag þú ætlar að kynna inn svo? Já, það að sjálfsögðu góðvinnur minn hann Pitbull og Enrique Iglesias. Já, Egill búinn að smita ykkur alla? Þeir allir konni hitta Pitbull og ruglmaður. Hann bara, þú veist, hann náði einhverjum tökum á mér. Sérst Pitbull, ekki Egill. Nei, ok, herðu, ertu klár? Þú veist, þetta mínúta, en það reynda að hjálpa þér, þú ert með einhverja frétt og svona, þannig að ég hlakka til. Ertu tilbúinn? Já, og ég þarf að sjálfsögðu að segja líka hvað klukkan og hvernig veðrið Já, neglu svo öllin og vertu fáránlega hress, ekki taka svona rólega hress, vertu fáránlega hress, það skemmtilegra. Tilbúinn? Ok. 1, 2 og byrja! Jú, þið að hlusta á FM 95 blöð, klukkan 15 mínútur gengin í 5 á þessum, svona grámiklulega mánudegi, en það líka allt í lagi þó það sé svona dimmt og grátt úti og veðrið þannig að mann langi bara hreinlega til að drepa sig. En við þurfum ekkert að gera það því að við erum að hlusta hérna á góða tónlist, en fyrst ætlum við að kíkja á það helsta sem í fréttum. Philadelphia marathonið fór fram á dögunum og þar voru 2 menn sem dóu. Annar maðurinn var 21 árs en hinn var 40 ára og talaðir hafi báðir fengið hjartaáfall. Grjót, haldið í kjafti, hvað það svekkjandi. Þeir hefðu kannski betur sleppt í að fara í marathonið. Nú svo var það maður sem hljóp inn í kjötverslun í London og stakk 4 lögreglumenn með kjötöxi. Já, sæll! Í kjötverslun með kjötöxi. Að stinga lögreglumann. Langaði kannski mannakjötn. Ég segi svona, lögreglumennir eru allavega allir á spítala, takk fyrir og góðan daginn. Og svo greint frá því á Vísi að mansal og þrælahald fari vaxandi í heiminum og velti í það minnsta $100 milljörðum. Ka-ching! Fínt að vera í þrælabusinessum. En maður getur nú ekki verið hissa. Það væri nú hrikalega næs að vera bara með þræl sem að sér öll skítverkin fyrir mann. En það ekki fleiri fréttum í bili. Ég heiti FM 95 Björn Bragi og með mér FM 95 Auðun Blöndal og þið eru sjálfsögðu að hlusta á FM 95 blöð. Við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6 en fyrst ætlum að fá góða tóna frá Enrique Iglesias og Pitbull. Þetta I Like It. Þetta var stórið, veist að þú átt sigurinn í þessu. Ég að segja þetta verður seint toppað held ég. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Í hverri viku fáum við íslenska tónlistamenn til að koma og taka lag eftir aðra íslenska tónlistamenn. Hvaða lag verður tekið í næstu viku? Ó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Fylgstu með í beinni á FM í hverri viku. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Langar því að gleðja vinnufélagina á föstudaginn? FM 957 komin í jólaskap og Heiðar Austmann ætlar að velja eitt fyrirtæki sem fær glaðning frá Túborg Júlebrí. Komdu inn á fm957.is og skráðu vinnustæðin þinn í pottinn. Og hver veit nema þú verður hrókur alls fagnar í vinnunni næsta föstudag. FM 957 og Túborg Jólabjór. Segðu engum frá, en nú Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakossunum. Biðin á enda. Ný brauðskífa Diktu, Trust Me, komin í verslanir. Hvað eigum við að gefa Báru og Nonna í jólagjöf? Ég veit, gefið þeim 4 óskaskrín. Þau geta þá valið sjálf eitthvað spennandi fyrir sig og börnin. Já, það fullkomin fjölskyldugjöf. Óskaskrín ný leið til að gefa tækifærisgjafir. Gefðu upplifun í öskju. Óskaskrín.is. Stærstur, feitastur og flottastur. Fyrsti vinningur gæti orðið meira en 2,5 milljarður króna. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Dikta fagnar nýju brauðskífu sinni Trust Me með útgáfutónleikum á NASA 24. nóvember. Miðasalir hafinn á miði.is. FM 95 blöð í boði. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð á FM 957.
Já, hárrétt þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það mánudagur, þannig að hann hérna með mér, hann Björn Bragi, og það kominn til okkar góðu gestur. Mjög góður. Já, þetta að dýrari gerðinni, eins og þið segja, þetta dýrari týpan. Það hann Geir Ólafs, verður velkominn. Þakka þér fyrir, gaman að vera þetta með okkur sákvært. Hvað segir kallinn? Bara þakka þér fyrir, ég segja fínt. Það ekki? Þú ert einn af þessum, ert ekki alltaf hress, Geir? Ég er svona... Ég held að það skiptir máli að hugurinn svona sé hress. Já. En auðvitað náttúrulega bara maður eins og mannfólk þetta svona upp og niður. Já, hvað það hvenær ertu pirraður? Ég er aldrei pirraður. Nei, ég held nefnilega ekki, ég hef aldrei séð pirraður. Ég er aldrei pirraður. Það lífgar alveg upp á staðinn samt að fá Geir hérna inn, og ég sá bara augunni þegar þú sást hann í dyrasímanum, Já, það að ég sá þig hérna, ég gæti ekki koma að opna fyrir þér. Nei, það var eitthvað góð dag sem kom að opna fyrir mig og ég sagði að ég var að koma til Auðun Blöndals og þá var bara mér, það bara fyllt hérna inn, Já, það náttúrulega, það opna allir fyrir Geir Ólafs, það ekki þannig? Það var stórkostlegt, bara gaman að vera hérna með okkur. Herðu, ég ætla að henda þér hraðaspurningum og svona, en ég var bara að byrja að ræða fyrst við, þú ert að gefa út jólaplötu. Já, ekki jólaplata sem slík, ég er að gefa út barnaplötu, sem náttúrulega algjörlega gjör ólíkt því sem ég hef verið að gera. Já. Þetta eru 11 glæný lög og 11 nýjir textar eftir Guðmundur Rúnar Lúðvíksson. Og platan heitir Amma er best? Já, Amma er best. Hvaðan kemur þetta nafn? Amma er best. Já, ég er eiginlega svona, ég er að leggja áherslu á það hvað við eigum mjög góðar ömmur í Íslandi. Og og auðvitað er náttúrulega mamma og afi og allir bestir, en ég er að leggja höfuð áherslu á núna ömmurnar. Þú skrifar líka aftan á diskinn og afi líka? Já, það er sem sagt diskunni ber titilinn Amma er best og svo kemur 3 punktur og sendur aftan afi líka. Það sem er gaman við þennan disk er það náttúrulega ólíkt því sem ég hef verið að gera. Já, hvað kemur til að svingurinn sé bara komin í eitthvað barnaefni? Það er bara, mér finnst þetta að vera bara svona ákveð skylduverkefni og að þegar maður fær tækifæri til þess að taka eitthvað svona verkefni að sér sem er algjörlega nýtt og enginn hefur gert áður og líka bara mjög gaman að fá að vinna þessa plötu. Já, ertu mikill barnamaður? Já, mér þykir mjög væntu börn og myndi segja að vera mjög bargóð svo ég leiði mér að segja eitthvað gott sjálf á mig. Já, en áttu einhver börn? Nei, ég á engin börn sjálfur. Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því? Maður sem ég hef búin að höstla alla sem fyrir, hann skulle ekki eiga eitt barn. Snöggur að taka hann út. Já, það rauðu öndu við það. En allavega þú ert engin börn sem veist Engin sem ég veit nei. Og ég vona allavega að svo sé ég ekki allavega. Nei, það kæmi hann og sendi ekkert óvart að það væri einn strákur í Færeyjum kannski og ein lítið stelpa á Húsavík. Einn Geirsson. Já, einn Geirsson. Maður veit aldrei. En eins og Logi, það er svona spurning hver er pabbi hans. Hann er svolítið líkur, er það ekki? Logi Geirs. Já, þið ekkert svo líkir. En þú getur samt ekki verið pappa, sé það? Nei, langt í frá, Ég náttúrulega en maður byrjaði ungur á hörsla. Já. Hann hefði þurft að vera frekar ungur til þess að vera pabbi hans. Já, frekar. Ég held að þú getur ekki að vera það ungur, Geir. Nei, ég er ekki nema nokkrum árum eldri en hann. Nei, nákvæmlega. Ég var að spá ég er alltaf gaman að þegar menn koma í heimsókn að hendaði mér hraðaspurningar. Já. Ertu klárið það? Þú ert líka hreinskilinn maður. Já. Og þú átt núna bara að hreinsa hugan og segja það fyrsta sitt eftir hug. Ok. Þannig að því þú veist eins og þetta er bara gamla góða reglan, þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust. Nei, nákvæmlega. Ok, ertu klár? Já. Þá byrjum við. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Guðfaðirinn. Besta hljómsveit í heimi. The Beatles. Uppáhaldsnammi. Snickers. Besta lið í ensku. Manchester United. Sefurðu nakin? Já. Er kallinn á lausu? Já. Ertu mikið pókar á Facebook? Nei. Hvað fyrir mest í taugarnar á þér? Ekkert. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr eru fyrir valinu? Vitidýr. Fallegasta kona í heimi? Tilvonandi kona mín. En fyrir utan maka eða tilvonandi maka? Þá myndi ég segja hvað heitir hún þetta? Ekki með fyrst í hugan? Ég ætla bara að segja Pamela maður. Pamela? Hvað fannst það gaman þegar sveindómurinn fauk? 17 átján held ég. Er mikið reynt við þig? Frekar. Myndur þú sitja fyrir nakin fyrir 30 milljónir? Nei. Nei? Hvaða rugl er það? Ok, ég held að kemur en 50. Nei. 100? Nei. Þegið. Ég er að fíkla strákar, auðvitað maður, hvað er rækur? Já, þú myndi gera það fyrir kip og fleig. Það er bara, komum með, nei, ok, herru, fyrir maður sér, þú ert United maður. Já. Og ert mikill fótboltamaður. Ég sá því hérna í Gaupahotninu og ég vissi ekki var svona lungið með boltan. Ég er mikið ánægja fótbolta og stundaði fótbolta bara alveg frá
frá því ég var bara 3-4 ára gamall og ég ætlaði mér alltaf að vera atvinnumaður í fótbolta. Já, ok. Svo bara eitthvað svo skrítið að þegar ég flutti úr einu hverju í annað, sem sagt ég bjó í Breiðholtinu og svo flutti ég í Grafarvoginn. Þá var náttúrulega komin nýju vinir og það var öðruvísi svona aðstæður sem voru þar og maður var alltaf vanur að vera í fótbolta með öllum félagunum í Breiðholtinu. Já. Svo bara breyttist svona hugurinn með þetta. Ég bara einhvern veginn misti áhugan á fótbolta stundan sjálfur. Já, ok. En svo í seinni tíðinni þá svona hefur áhugin komin aftur svona sem áhorfandi. Já. Og ég bara mjög sáttur þetta. Ég bara mjög sáttur það hvernig líf mitt hefur þróast svona. Já, þannig að þú tókst bara pínu sönginn fram yfir fótboltan. Já. Og stelpunar. Já, og stelpunar. Já, það náttúrulega eðlilega. Það fylgir þessu. Já. Það fylgir söngbransanum. Hvað ertu búin að vera að syngja lengi, Geir? Hvenær svona slærið í gegn? Já, ég kom fyrst fram í þetta hjá Hemagun. Já. Þá var ég 15 ára gamall. Þá var ég viss hvað mér langaði til að verða. Varstu þau svona barnastjarna? Já, ég get ekki, það er náttúrulega var skrítið að þegar Hemmingur, það náttúrulega var bara 80% þjóðin að hafa horfa á. Já. Þannig að það má kannski segja það að ég fengi svona 50 minutes fame. Já. Sem sagt, farið í sjónvarpið Hemmingun og það var mjög skemmtilegt og lærdómsríkt. Já. Gaman og ég fann það að þetta var svona það sem ég ætlaði mér að gera. En nú eru margar svona barnastjörnur sem slá í gegn þeirra rungar, þær fara í topp 10. Ég var ekki barnastjörnar Ég myndi ekki segja það Ég var ekki fenginn eftir þetta samt sem áður til þess að vera að leika í auglýsingum og annað slíkt. Ég held að líka maður eiga að fara varlega með börn og unglinga þegar þeir eru með hæfileika sem að svona koma fram og syngja og annað. Ég held að ég að fara mjög varlega með það. Leyfa því frekar að þroskast svona með sjálfur sér og ákveða svona sjálft hvað það vil gera. Já, segir Geir Ólafsson og ég bara svona rétt í lokin fyrir stelpunar að núti. Þú segir þetta á lausu. Já. En það er ekki verið að póka kallinn. Ég fatta ekki fyrir eftir á það hefur komið á Facebook hjá mér en ég hef aldrei notað Facebook í neinu tilefni nema bara í eingöngu þegar ég er að auglýsa konserta eða eitthvað svoleiðis. Ég er ekki þarna inni til að segja sem er höfuðverk eða sé að byrja blæðingum. Þú notar þetta ekki sem veiðarfæri? Nei, ég gerir það ekki en það er ekki eitthvað svo þú ert að bara að skoða? Facebook er botnvarpa dagsins í dag. Ég gerir mig grein fyrir því þetta er mjög góð þetta er gott markaðstæki. Ég get lofaði því að það var eitthvað stelpa sem fær pók frá Geir Ólafs að þá fyrir það eins og eldurinn sinni. Ef að pröfa það? Já, póka eitthvað. Já. Og segja mig hvernig það gekk. Herðu, Geir, alltaf gaman að sjá þig og ég óskaði bara alls eins besta með þessa nýju barnaplötu. Takk fyrir það. Og fyrir ykkur börnin hann úti, þið viljið kaupa góða plötu eða fyrir foreldra sem er að leita einhverju handa börnunum sínu, þá hvet ég ykkur til að kíkja á plötuna Amma er best. Herru, við skulum fá ég þól ekki Bruno Mars, en ég var rosa einn að taka það út, við skulum fá Marry You. Það kemur ekki einu sinni hérna. It's a beautiful night. I think I wanna marry you, Bruno Mars. Meistari Bruno Mars. Já, hressandi strákur. Eins og öll önnu tónlist sem spiluðu FM, stórkostlegt lag og ekkert meir það að segja. Ég veit, það er búið að biðja að vera ekki að rakka niður lögin sem eru spiluð, Þeir hlustendur sáuðu ekki þegar Brynjar Már kom inn og barði Blöndal með hann. Stundum bara get ég ekki, ég vill ekki ljúga, þannig að stundum er betra að segja bara ekkert heldur en að, en þetta var Bruno Mars, skemmtilegt lag, Marry You. Það er komið að nýjum lið sem ég ætla að vera með á mánudum með við Bjössi, sem heitir Heyrt hefur. Og þetta vaknaði hjá okkur félagunum þegar við sáum Séð og heyrt síðasta fimmtudag og þetta er, það er liður í blaðinu Séð og heyrt sem heitir Heyrt hefur að. Já, hann er búinn að vera lengi þessi liður, marga mánuði, jafnvel meira en ár held ég. Og fyrir ykkur sem er ekki að kveikja þá eru þetta guli dálkurinn uppi á 3. blaðsíðu eða 4. blaðsíðu eitthvað sirka. Og þetta er alltaf jafn ómerkilegt. Þetta er, Kristján Arason fekk sér pulsu eftir sund eða eitthvað svona. Og við ákvæmum að breyta þessu í lið hjá okkur, þar sem við fáum, Loga Bergmann til þess að lesa og allt sem að lesir upp í þessum lið er satt. Þetta var þá í blaðinu og það er ekki verið að ljúga neinu og við ákvæmum að heyra hvort að Séð og heyrt var að ljúga og hvort þetta fólk hafi actually verið að gera það sem að stendur í blaðinu. Tjekkum aðeins árum. Hérna áttu vera. Jú, komið þið sæl og velkomin í Heyrt hefur.
Heyrst hefur að knattspyrnuþjálfarinn Guðjón Þórðarsson hafi farið í Smára bíó í síðustu viku til að sjá myndina Headhunters ásamt konu sinni. Auðun, hvað til í þessu? Já, takk fyrir það, Logi. Ég einmitt að hringja í Guðjón Þórðarsson núna og það verður forvitnilegt að vita hvort hann hafi verið í bíó. Hvað segirðu? Er það Guðjón Þórðarsson? Já, það hann sjálfur. Kottu sæll og blessar, er það satt að þú hafi farið í síðustu viku í bíó með konunni þinn að sjá myndina Headhunters? Hvað snýst þetta? Hvað er þetta spáð? Varstu á myndinni Headhunters með konunni þinn í síðustu viku, Guðjón Þórðarsson? Segð okkur nú satt. Hvað helvítis forvitni er þetta í þér? Fórstu á myndina? Já, það er þeir ljú ekki þarna ég að sé það. Hvernig fannst konunni þinni myndin? Henni fannst þið nú ógeðslega á köflum. Já, var það að stríða ykkur á mæra á norsku? Nei, við erum vel læs á íslensku, þannig að þetta sleppur alveg. Ok, þannig að Guðjón, þú varst á myndinni Headhunters í síðustu viku ásamt konuðinni. Viltu kalla þetta á myndinni, eða? Þú varst á myndinni, takk æðislega fyrir þetta, Guðjón, ég má ekki vera að þessu. Ég beði að hilsa. Heyrst hefur að Jón Gunnar Geirdal hafi fengið sér hádegismat á Gló og farið síðan í ræktina í sporthúsi seinnipartinn. Þetta getur ekki verið það. Já, veistu, Logi, þetta kemur ekkert á óvart með Jón Gunnar Geirdal. Ég veit að hann er á kafi í ræktinu núna, hann er að éta holt. Það er spurning hvort strákurinn sé á markaðnum með það, menn maður veit ekki hvað er að gerast með strákinn, en ég ætla að reyna að ná á honum hérna. Maður sjá, ég er með númerið hans og, já, við verðum bara vona hans svari. Það hringir allavega. Jón Gunnar Geirdal. Jú. Sælvinnur FN 95 blöð hérna. Ég var að lesa að heyrst hefur að Jón Gunnar Geirdal hafi fengið sér hádegismat á Gló og farið síðan í ræktina í sporthúsinu seinnipartinn. Er það satt? Ertu krossfroskahendur eða? Verðu, ekkert svona. Varstu að borða á Gló daginn, Jón Gunnar Geirdal? Þetta opnum umfyllum bara í því að ég fór að borða á Gló eða? Nei, heyrst hefur, varstu að borða á Gló, Jón Gunnar? Það var að hengja einhvern veginn. Varstu að borða á Gló, segðu okkur satt. Jú, það getur vel farið að ég hef borðað á Gló. Það getur sér að vera kærlega fyrir að benda fólkið það. Og fórstu svo beint í sporthúsið seinnipartinn? Kannski ekki beint, hvað er að fara að ræða? Er gallin að borða holt þessa dagana og kafi í ræktinu, er það skilabóðin? Lít á hana líka maður gamla, þetta er þrótlagsvinna. Þetta er þrótlagsvinna, þannig að það er engur logi þarna, þú fórst og fékkst þér að borða á Gló, hvað fékkstu þér? Það er alltaf kjúkling á Gló, það það ekki komið fram. Fékkstu kjúkling, hann er hollur og góður og svo beint í sporthúsi, hvaða möða var verið að vinna í? Hvaða möða varst að taka á? Ég get bara fótbolta, ég er ekki að lista eins og þú hann, ég er ekki vestarþarmaður. Ok, það var sem sagt kjúklingur á Gló og svo fórst og svitnaður með strákunum í fótbolta. Veitu það, en það lífur séu heilt aldrei. Herðu, þá vitum við meira þetta því að það stendur ekkert hvað á borðar og ég vissi ekkert hvað ást að gera í sporthúsinu. Takk fyrir þetta, Jón Gunnar. Ég er að fara að lóa einhvernum, takk. Haltu áfram að vera svona duglegur og vinna í líkamænum. Stelpunar hata það ekkert. Takk, FM blöð. Bless. Heyrst hefur að Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, hafi skellt sér í hádegismat á Tokyo Sushi í Glæsibæ síðastliðinn föstudag. Nei, þess er þeir að ljúga þetta. Já, takk fyrir það, Logi. Ég er einmitt með Sveppa hérna á línunum. Sverrir, heyrst hefur að þú hafi verið á Tokyo Sushi síðastliðinn föstudag. Já. Passa það? Já, heyrðu það pakkar. Herðu, þú fékkst þér hádegismat, hvernig smakkaðist? Ég fékk með svona lítinn bakka með svona 6-8 bítum. Já, blandað. Þetta er mjög gott, þetta er gott aður. Já, var þetta blandaður sushi-bakki hjá þér eða varstu bara í laxinum? Já, þetta var svona sýllita hverju. Það voru þarna laxabiti og túnfiskur og svo svona krabbamaki í rúlur, mjög gott. Skemmtilegt. Með hverjum varstu? Það stendur ekkert með hverjum varst. Nei, það stendur ekki. Ég hef örgulega verið með honum Braga félaga mínum. Já, sem er að leikstýra myndunniðinum. Já, við erum miklu sushi-menn. Það er gaman að þið skildu hafa haft orð á þessu, sko, því að við veist að ekki koma nógu mikið fram hvað ég er mikill sushi-maður, sko. Já, ferðu reglulega þarna? Já, ég reynir nú svona að kanna helstu sushi-staði landsins, eiginlega. Stórkostlegt. Takk fyrir þetta, Sverrir. Bara mín ánægðan. Ok, vinnur, bless. Já. Heyrst hefur að rockarinn Magni hafi sótt ástvinn sinn á Reykjavíkurflugvöll síðustu helgi. Öddi, þetta er döluvöld. Já, Logi, það verður spennandi að vita hvort að Magni hafi verið að sækja ástvinn sinn eða ekki og ég er einmitt að reyna að ringja í hann núna, maður sjá. Ég er hérna með númerið hans og það er líka bara gaman að spyrja hann hvern var hann að sækja? Já. Já, er það Magni? Já. Komdu sæll og blessaður, herðu nú heyrst hefur þú að sótt ástvinn á Reykjavíkurflugvöll síðustu helgi? Já. Hvern varst að sækja? Hvað er það? Það er bara heyrst hefur, hvern var kallinn að sækja?
Bara mömmu eitthvað, við viljum kemur þegar það verið. Fast að sækja mömmin út á Reykjavíkurflugvöll? Já, allir það ekki bara. Þannig að þetta er satt. Þú varst út á Reykjavíkurflugvöll að sækja ástvinn. Já, bara fer ekkert frá því að þér. Nei, hvaðan var mamma að koma? Bara Egilsstöðum. Já, þú ert náttúrulega þaðan. Já. Og var þetta gott flug? Já, smá bumpi yfir jöklinum, sko. Hvað er þetta pæli því? Þetta er stórkostlegt, Magni. Herðu, þeir ljú ekki. Og takk fyrir þetta og það er æðislegt að heyra hvað þú ert duglegur að sækja ástvinniðina. Þú varst ekkert að senda leigubíl eftir mömminu og sóttir hana sjálfur. Þetta er æðislegt, Magni. Takk fyrir þetta og takk fyrir að hlusta. Ég heyri þér. Ok. Bless. Magni var að sækja mömmu sína. Það var engin lygi þarna á ferð. Við þökkum ykkur fyrir að hlusta á Heyrst hefur. Já, þetta er þess að nýliðið sem heitir Heyrst hefur. Ég gæti verið með 3 næst í staði fyrir 4. Við skoðum þetta. En það er svo þarft að fylgja eftir þessum fréttum, sko. Ég veit að það er líka, þú veist, þetta er alltaf jafn ómerkilegt. Það stendur þarna, sko. En stundum þarf maður bara að vita hvað Sveppi fékk sér að borða. Það er kannski fólk að núti sem hefur bara gaman að lesa. En það er komið að Lana Del Rey og Video Games. Já, lagið Video Games sem er sennilega eitt af betri rólulónum í dag, finnst mér. Já, þetta er eiginlega bara uppáhaldslæðið mitt í dag. Já, það máli. Já, það er eitthvað kósí við þetta lag. Svona mánudagsfílingur. Talandi mánudag fórstu á fitnessvelgina. Herru, ég er náttúrulega mist af öllu því að ég var í Brighton. Já, þú varst ellendis, alveg rétt. Að veislustýra Iceland Express. Já, jólahlaðborði í borginni Brighton. Já. Sem er æðisli borg, sko, því ég er nú ekkert mikill aðdáðandi Bretlands, eða sko fyrir utan kannski London, en Brighton er flott borg svona við ströndina og svona hipsterastæður. Hvernig var mætingin af Express-fólki? Hún var bara góð, það var hörku stemming á liðinu og bara svaka gaman. Segðu mér að það fara allt og seint á svið. Við tókum að sjálfsögðu nokkra svona brandar það og fólkið hafði mjög gaman að því. Ok, flögstu heima réttum tíma? Ok, nú er ég pínu leiðilega með Björnsað því að ég var bara lónum þig ekki ræða þetta. Nei, en sko, ég flög, það var sengun, en það var vissulega af því að það var flugaðstæður voru mjög slæmar, það var mikil þok. Já, ok, en það var ekki Express að kenna þessu sinni? Nei. Það var ekki að þegar vélegin að vera först einhver staðar í Króatíu eða eitthvað? Nei, ekki, okay. Ég lendi ekki einhver staðar bara í, sko, þú veist, Prúslandi eða eitthvað svoleið, sko. Og flugið var voða indælt og það hafi verið hlutur að segja. Þú varst komin heim á top 10 í nótið, ekki? Jú, en þú varst að koma inn á skemmtilega umræði með fitnessmótið. Já, ég fór ekki á það heldur, en náttúrulega Egill, félaginn minn, hann fór á þetta og þetta er sko, ég ósk öllum sem að, náðu sínum árangri til hamingju, en þetta er rosalega ekki ég get ekki svelt mig í 8 vikur. Er ekki líka þetta fitnessmót eitthvað svona aðeins öðru sem fólk á svona að vera svolítið að daðra og voru svona með eitthvað svona einhver atriði? Jú, svona model fitness líka, sko. Já. Þannig að svona, þetta er svona eitthvað jam fitness. Já, þetta er svona að vera svolítið sexy og augrandi og svona, sem er kannski praktískara heldur en bara venlegt fitness, því að þú getur ekki mætt á einhvern bar og bara staðið og hort, sko. Þú þarft svolítið að svona vera með reynd. Mér finnst þetta gott orð þér, jam fitnessi. Það er til að vera bara íslenska þýðingin, sko. Ég veit nefnilega Maggi Best, sko, hann vann sinn flokk og hann er rosalugur, sko. Það er algjört tröllamanni og var að með hann eins og félagið mér myndi að segja. Og svo er Gasman, hann lenti í öðru seti. Var hann ekki með eitthvað dansadreið líka? Jú, Gasman var að dansa og reyndar voruð þeir bara 2, en samt tók hann silfri, hann Gasman. Voru 2 keppendur? Já, í þeim flokki, sko. Já, ok. Það eru vist bara 2 hérna og sko Gasmaðurinn, það er maður sem er all in þegar það kemur að þessu dúttiríi, sko. Já, hefur verið að æfa eitthvað með honum, eða? Já, hann var einu svona engaþjálfari hjá mér og Sveppa. Já. Og svo hætti ég að það var á mótnanu, ég nefndi aldrei að mæta, sko. Sveppi er annarlega með 6-pack í dag og hann mætti alltaf. Já, Sveppi og hann hafa verið að vinna saman síðan og þetta Sveppi er að keppa á næstaru í jam fitnessinu. Nei, en svo reynda þegar ég var hættur hjá Gasmanninum í engaþjálfunum, þá var ég að byrja að þjálfa eins með Agli í sporthúsinu og þá var Gasmannin komið þangað, þá voru þeir í þessu Mercedes Club rugli sínu. Og þá var ég alltaf einhver svona pínu þreyttur á æfingum, þannig ég bað Gasmanninum að lána mér svona, eða hvort hann geti reddað mér svona brennslutöflum. Já. Og hann bara, jú, ekkert málmaður. Svo kemur hann daginn eftir með eitthvað box sem var allt grátt með bláu loki. Bara hauskúpa utan á. Já, engi stafir á því, en eitt, sko. Ég er bara svona, ok, hvað er ég að taka þessu? Hann taktu bara 2 fyrir æfingu á morgun. Ég bara, ok. Svo daginn eftir mæti ég á æfingu, búin að taka 2 og þetta var svona vökvi inn í þessu, sko. Mér finnst það strax svona eitthvað hræðandi, svona blár og glær vökvi inn í töflunum. Líka traustvekjandi að standa ekkert á boxinu? Nei, nákvæmlega, ég tók 2, mætti á æfingu, jú, því lít ferskur á æfingunni, svo þegar ég ætlaði bara að sofa.
Ég sofnaði ekki, ég lá ennþá klukkan 7 morgunin með bara galopin augun. Það var bara hann hræddur. Búin að bara vera vakandi í sólarhring. Ég strax fór á æfingu og spurði gasmann hann, herðu, þessar töflur sem lést mig hafa, hvað, er þetta löglegt eða? Já, í einhverju löndum held ég. Bara, já, traustu ekki alltaf. Ég er ekki að íkja, ég var vakandi í sólarhring eftir það og ég hendi bóksinu. Þannig að þú getur ímyndað hann örugglega bryðja svona 8 til 10 svoleiðis á dag, sko. Já, ég forðast þetta allt saman. Ég prófaði þetta hydroxycut hardcore einu sinni. Ég held bara að ég myndi deyja af því, sko. Og það er nú ekkert, þykir ekkert sérstaklega sterkt, sko. Nei, ég tek það reyndar stund maður í skvassa og svona, það er bara lightweight, sko. Já, það er svona neonblátt einhvern veginn og tungan verður blá og hjartað slær svo hratt að maður bara þarf að fara í rannsókn daginn eftir. Fékkstu truflanir eða? Sko, ég tók þetta í einhverja daga og svo var bara, ég hélt ég væri að fá hjartaáfall. Þannig að ég fór í alvöru í svona hjartatjekk í hjartavernd upp í Kópavogi. En það reyndar, þú veist, það var ekkert þetta var bara svona einhver ofsaræðsla. Það reyndar verða, sko, eins og með það. Þegar þú byrjar að hugsa út í það líka, þá verður þú hrættari. Það er einhvern veginn svona, gerir óþægilega. En ég, eins og ég segi, ég á Sköllum til hamingju sem að náði einhverjum árangri þarna. Ætlum að fá, já, eins og ég hef oft sagt áður mitt upp á slag hérna á stöðin áður að fá auglýsingar. Og svo hérna á eftir þá er skemmtileg könnun, við hringdum í fólk og spurðum hvort það ætla að halda framhjá jólin. Ekki missa því. Langar þig í iPhone 4S? FM 957 og Íslandsbanki vilja fá hjálp frá þér við að finna besta sparnaðaráðið. Og glænýr iPhone 4S gæti orðið þinn. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og fylgdu besta sparnaðaráðsleikinn og skráðu þig. Komdu svo með frábært, frumlegt eða einfalt sparnaðaráð fyrir 1. desember og þú ert í pottinum. Þau 3 sparnaðaráð sem fá flest atkvæði færa höfundu sínum iPhone 4S. Ásamt því að einn heppinn er valinn af dómnefnd FM 957 og Íslandsbanka. Vinningshafar verða tilkynntir föstudaginn 2. desember. Kynntu þér málið á Facebook síðum FM 957 og Íslandsbanka. Ég er alveg hættur að veita fólki 3 óskir. Það endar bara í einhverju væntingastjórnunarrugli. Nú sinni ég bara alhliða þjónustulausnum á heildarsviði. Nú er enn auðveldara að ná sambandi við þjónustuanda Vodafone. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Já, var það alhliða heildarlausnum á þjónustusviði. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Mánudagar á Simpson eru Best Friends Day. Taktu með þér besta vinnin, láttu hann borga og þú drekkur frítt. Tuborg og Simpson. Kölski og Bífítir kynna. Útgáfu tónleika Diktu á NASA 5. 24. nóvember. Miðaverð 2000 krónur og miðasala er hafin á miði.is. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Rétti það þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og já, við Björn Bragi ætlum að fara núna í lið sem að heitir, já, framhjáhald jólin. Sem sagt, ég las í síðustu viku, þá var gerð könnun út í Bandaríkjunum og þar kom meðal annars fram að fólk væri líklegra til þess að halda fram hjá maka sínum yfir hátíðarnar. Og þá var sem sagt spilað inn í að það væri bæði mikið drukkið yfir hátíðarnar og svo væri svona mikið stress og annað á fólki. Þannig að það væri bara ansi líklegt til þess að losum streitu með því að halda framhjá sem ég næði ekki alveg, sko. Það er svolítið skrítið niðurstaða líka því að maður hefði eiginlega haldið að þetta væri svona síðasti tíminn sem að fólk myndi vera að halda framhjá. Yfir hátíðarnar einhvern veginn. Já, hátíð fjölskyldunar og barnanna og það var að opna pakka frá konunni bara með bullandi bömmir. Ég get ekki sé stemningu í því. En ég sem sagt, ég fórum að hugsa líka, hvernig verður svona könnun til? Hvernig spyrðu bara, ertu að fara að halda fram í hátíðarnar? Þannig að við ákvæðum að prófa það bara og ég hringdi í random fólk bara hérna allt Ísland. Ég bara stimplaði einhvað númer á símann og hringdi liðið og ákvæða að spyrja hvort að þau væri að fara að halda framhjá jólin, skulum bara fá að heyra. Og þau verið að hlusta alveg til enda, sko, því að þetta var... Það er eitt sem skýtur á sig þarna, ég myndi kalla það. Sumir eru einfallega of hreinskilnir einhvern veginn. Já, sem að gera þetta skemmtilega, skulum fá að heyra þetta. Helga? Já, góðan daginn Helga, Sigurður heiti ég og er að gera hérna smá könnun fyrir Háskóla Reykjavíkur fyrir jólin. Mætti ég spyrja þig svona 3-4 spurninga? Já. Ekki? Já. Herðu, ertu mikið jólabarn? Já. Já? Yfirleitt. Yfirleitt. Hvað heldur að þú eyðir sirka svona yfir jólin, veistu það? Ertu þá að spá í... Svona í gjafir og mat og annað?
Það voðalega misjafnt, það fyrir svona eftir hvað ég á mikið af penning. Já, en þú veist ekkert svona sirka það sem þú heldur að þetta verði mikið? Það alltaf sé ekki svona eitthvað milli 100 og 200. Heldur þú haldið fram hjá jólin? Nei. Nei, það er nefnilega, það var könnun hérna að það væri líklega að fólk myndi sem sagt haldið fram hjá yfir hátíðarnar heldur en Já, ok, ég á ekki maka þannig að... Nei, ok, en ef þú ætti maka heldur að... Nei. Hvenær heldur þú myndir svona helst halda fram hjá hannum ef þú ættir hann? Aldrei. Nei. Góðan daginn. Bjarni heiti ég og er að gera hérna stutta könnun fyrir Háskóla Reykjavíkur. Ég ætla að hvort ég mætti spyrja 3-4 spurninga svona yfir hátíðarnar, eða í lagi, tekur enga stund. Já. Ok, takk aðeinslega. Hvað hérna, ertu mikið jólabarn? Já. Já. Hvað er það við jólin sem heillaði mest? Róin og friðarbóðskapurinn. Já. Eyðurðu miklum peningi yfir hátíðarnar? Ekki mjög mikið. Ég á náttúrulega bara ekki mjög stóra fjölskyldu. Nei. Heldur þú að komið til með að halda fram hjá þessi jól? Halda fram hjá hverju? Makaðinum? Nei. Nei? Hvenær hélstu síðast? Nei, hvenær hélstu síðast fram hjá? Ég minn einasti. Ætla það sé. Ég vil ekki svara því. Þú vilt ekki svara því? Nei. Ástæðan fyrir spyr að það er víst talið mun líklega að fólk haldi fram hjá maka sem yfir hátíðarnar heldur en öðrum tímum? Mér finnst það nú minni líkur vegna þess að þá er maður með alla fjölskyldu. Ég bý út á landi þar sem börnin kom í heimsókn. Og þú ferð ekkert að hlaupa út eitthvað hvort það er ball eða annað. Nei. Öll fjölskyldan er heima. Nei, nákvæmlega. Loksins. Já, nákvæmlega. Það er vist eitthvað tengt því að fólk er að fá sér áfengi í vinnunni og það er stress og svona og meiri líkur að maður skransa aðeins framhjá. Já, við erum ekkert að fá okkur hér áfengi í vinnunni, við vinnum bara 2 hérna. Ok, herri, ég þakka að kella fyrir þetta. Halló. Já, góðan daginn, Sigurður heiti ég og er að hringja þetta frá Háskóla Reykjavíkur. Já, sæl. Ég er að gera þetta smá könnun fyrir hátíðarna, mætti ég spyrja svona 3-4 spurningar, tekur enga stund. Já. Herru, þá er fyrsta spurning. Ertu mikið jólabarn? Já, ég myndi segja það. Já. Ertu stressuð yfir hversu miklu þú eyðir yfir hátíðarnar? Nei. Nei. Veistu hvað þú eyðir svona sirka? Nei. Ætlar að halda fram hjá þessi jólin? Er þetta eitthvað djók? Nei, það er sem sagt samkvæmt könnunu, þá eru meiri líkur að fólk haldi fram hjá yfir hátíðarnar en á öðrum tíma ásins. Já, nei, vistu það ekki alveg örugglega ekki. Nei, ok. Hvenær hélstu síðast fram hjá? Vistu að ég ætla ekki að svara mér. Ok. Þetta er eitthvað örugglega í gangi. Halló. Já, góðan daginn. Daginn. Herðu, Sigurður heiti ég og er að gera svona nafnlausa könnun hérna fyrir jólin. Já. Ég ætla að aðtuga hvort ég mætti ekki spyrja þér nokkra spurninga. Jú. Já, og ég fyrst að spyrja, hlakkaði til jóla? Já, ég get það. Það ekki? Jú. Hvað er það við jólin sem heillaði mest? Bara fjölskyldan er saman og já, bara svona notalega tími með fjölskyldunni. Já, nákvæmlega. Er líklegt að þú haldi fram hjá þessi jólin? Er líklegt að þú haldi fram hjá þessi jólin? Nei. Haldi fram hjá í það skilningi. Er þið meiru líkur á því að þú ríði fram hjá manninum jólin en á einhverjum öðrum? Fyrir hvernig er þessi könnun, sagður? Þetta er bara nafnlaus könnun. Það er verið að tala um að fólk haldi frekar fram hjá yfir hátíðarnar. Ertu í því? Ég sagði að þetta væri nafnlaus könnun fyrir jólin. Já, og ég er aðtuga... Ég vil ekki svara því. Nei, ok. Hvenær hélstu síðast fram hjá? Og þú sagði þetta Sigurður Hversson. Hvenær hélstu síðast fram hjá? Ég veit nú ekki alveg fyrir okkur ég að svara þessu. Hélstu fram hjá síðustu jól? Hélst þú fram hjá síðustu jól? Ég veit ekki, er þetta eitthvað svona grín eða? Nei, ég þakka kjallaði fyrir. Bless. Já, góðan daginn, Sigurður heiti ég og er að gera hérna svona smá könnun fyrir jólin hérna í Háskóla Reykjavíkur. Ég ætla að tóka hvort þið mætti spyrja það nokkra spurninga.
Já, ekki málið. Ekki málið. Herðu, ég ætlaði nú bara að byrja því að spyrja hvað heldur að þú eyðir sirka yfir jólin? Já, í peningum þá. Já. Já, þetta verði ekki einhvers staðar, það eru konum með yfir 200. 200.000? Já, ég hugsa það, með gjöfin enda konunni og svona. Já, nákvæmlega. Og hvað finnst þér skemmtilegast jólin? Það er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega barnaháttíð. Já, vera með börnum. Vera börnin og vera með börnunum og fjölskyldunni myndi ég halda. Nákvæmlega. Er líklegt að þú haldir fram hjá þessu jólin? Já... Jú, ég starfa sem flugmaður, þannig að ég fer að fljúga eitthvað milli jól og nýju og svona, það gæti trúlega dottið inn. Já, hvað er langt sem þú hélst fram hjá síðast? Núna? Já. Það er ekki komnar einhverjar, 4-5 vikur. 4-5 vikur, já. Já. Ertu líklegri til þess að halda fram hjá yfir hátíðarnar heldur en á öðrum tímum? Já, það er bara eftir hvort ég er að fljúga eða ekki. Já. Þannig að ég er nú að velta svolítið á því. Já, en samkvæmt könnun hérna sem ég var að lesa þá er fólk líklegra til þess að halda fram hjá yfir hátíðarnar. Það er talað um bæði út af áfengisneyslu í vinnunni og út af stressi. Er það eitthvað sem spilar inn í framhjáhaldin hjá þér, eða? Nei, þetta er bara, maður nýtir bara tækifærið þegar maður er í útlöndum, sko. Já, þannig að þetta tengir svolítið bara erlendis hjá þér? Já, þetta er bara þannig starfa, mjög þægilegt að geta nýtt ferðirnar í þetta. Já, glæsilegt. Þetta er náttúrulega nafnlaus könnun, þannig að þú ert ekki á að gera að því. Það er rétt að vona það. Já. Herru, þá óska ég bara allsins besta yfir jólin, kallinn minn, og hafðu það gott með konu og börnum. Já, takk fyrir, þetta er fjölskylduhátíð. Já, nákvæmlega. Þú ert fjölskyldumaður, ég heyri það. Já. Takk hjá. Takk fyrir, bless. Þátturinn Magasín, virka mótna klukkan 7. Já, lítra mjólk. Þau gera svo svangur, hættu. Ég held ég sé þokkalegur í rislinum, en ég náttúrulega veit það ekki. En sko... Leð mér aðtöða þetta. Ég var komið spurningtíma, ég segi nú bara velkomin að hætta við þig. Það er svoleiðis. Ég hljóma það réttar en þú. Hugsa þíns eigins tippi. Velkomin að fætu, Valtýr. Valtýr, ekki djóka. Þetta hringdi ég villast númer. Magasín, alla virka mótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Afmælistilboð 10-11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10-11, opið í 20 ár. Hamborgarabóla Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgarabóla Tómasar. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Biðin er á enda. Ný breiðskífa Diktu, Trust Me, er komin í verslanir. Jack á klikkaða krakka. He's got a hamster taped to his back. At least put a helmet on that thing. En tvíburasystir hans er svo klikkaðast af öllum. Oh my gosh! Adam Sandler, Al Pacino. Frá framleiðendum Grown Ups og Just Go With It. Some twins can feel when the other one's hurt. I didn't feel it. I actually did feel something. Pride in myself. Jack and Jill, frumsýnd 25. nóvember. 2,5 milljarður, rúmlega. Víkingalotto, alltaf á miðvikudaginn. You ready? Sam Film kynir Twilight, Breaking Dawn. You're not gonna touch her. Kristen Stewart, Robert Pattinson, Dakota Fanning og Taylor Lautner. Mögnum mynd byggð á metsölubókunum Bellu, vampíruna Edward og varulvin Jacob. They have something I want. Twilight, Breaking Dawn. Sýnt í Sambíónum. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
Já, FM 95 blöð með ykkur á þessum mánudegi. Þetta var fallegi skíthællin í lokinu að náðan. Já, þeir sem voru ekki að hlusta þá voru að ringja hérna könnun og spyrja hvort að fólk væri að halda framhjá jólin og flestum var svona eðlilega brugðið en þessu undir lokin hann bara játaði það blákallt að hann myndi líklega gera það. Já, hann út af vinnu sinni. Já, ég er náttúrulega í fluginu. Já, þetta er það sem að kalla svona nettan, já, verður maður ekki bara orða þetta rétt, bara skíthæll eða ekki? Jú, Þetta er líka svona, þetta er kósí, svona hefur jólin maður. Þetta var líka best þarna í lokin. Þetta er barna, eða hvað samt, þetta er fjölskylduhátíð. Já, þetta er fjölskylduhátíð. Æ, maður fari eiginlega bara stingi í hjartað á að heyra svona, en það voru samt flestir sem að ég var ánægð með. Flestir bara svona á því að þeir ætla ekki að gera það yfir jólin. Já, það er líka gaman að koma fólki svona í þessar aðstæður, sko, það er í könnun bara, já, hvað eyðir miklum jólin og já, bara svona 200.000. Maður þannig alltaf að fara, þetta er eins og ég falin mynda, en þú þarft að fara rétt að einstaklingnum, þú ert að vinna svona pínu traustans, þú veist, þegar þú byrjar bara, herru, ætlar að halda fram hjá jólin, þá bara skellt á þig, sko. En ef þú ert svona með sölu röddina, já, hvað heldur þú, já, Sigurður heiti ég og gaman að tala við þig og svona, veist, ég klippti sumt að nút, sko, sem ég var búin að svona aðeins að ná þeim upp, sko. Já. Þá byrjaði að treysta þér og þá kemur svona spurningi jafn mikið óvart, sko. Og fólk bara, byrju skilgreindu hvað sér, halda framhjá. En þessi könnun var sem sagt gerð allavega af einhverjum mönnum hann úti og þetta er talið svona líklegri. Eins og við komum inn á hann, þá okkur finnst það mjög steikt. Þú ert náttúrulega maður í góðu sambandi, ekki? Ég held náttúrulega mikið framhjá jólin. Það er minn tími. Já, þarna ferð þú varst hjá. Þetta er fjölskylduhátíð. Fjölskylduhátíð, ég er fjölskyldumaður. Já, þetta er leiðildagir, en við vorum að spá í hérna eftir næsta lag, þá ætlum við að hringja út til Þýskaland, því að þú varst með frétt sem að það var verið að skýra. Já, þetta var barn, hvort þetta var ekki í New Jersey í Bandaríkjunum sem að hann er nú orðinn 5 ára gamall, strákurinn, sem að heitir því skemmtilega nafni Adolf Hitler. Já. Og svo eignast hann systur sem að heitir Aryan Nation, eða þú veist, arísk þjóð. Já, þetta er svona einhver viðbjóðslið sem er að skýra börnin sín þetta. Já. Við ætlum að hringja til New Jersey og Þýskaland og aðtöga hvort að fólk sé nokkuð eitthvað í þessu. Já, hvort að megi heita Adolf Hitler fyrst þarna í New Jersey og hvort að þið hafi heyrt þetta mál og svo í Þýskalandi. Akkurat, svo kemur Sölvi hérna eftir Sigurpúðin frá Skjá einum, þannig að það er, já, hellingu framöndan, en það er komið að lagi sem er spilað reglulega hjá okkur. Það heitir Paradise með Coldplay. Já, FM 95 blöð hendá með okkur hérna á þessu mánudegi og það er komið við Bjössi vorum að ræða hérna mannanöfn. Við vorum að ræða Hitler eins og við gerum svo oft við félagarnir. Já, alltaf skemmtilegt umræðefni. Já. En þetta er enda, sko, þú veist að ef þú ætlar að hringja líka til Þýskalands að þetta er mjög viðkvæmt þar, sko. Ég veit það, ég veit það vel, sko. Mér langar bara svona svo að gera það, sko. Að þú veist, að því að ég vil bara vita að það heitir einhver Hitler í dag, sko. Já. Þú veist, í Þýskalandi. Af því að við vorum semst að lesa þessa frétt að það væri 5 ára drengur í New Jersey sem heitir bara Adolf Hitler. Já. Og það er voða mál út af því. Hann hlýtur nú samt bara að kalla sig Adolf eða eitthvað, skilur. Eða Dolly. Já, Dolly. Hann getur ekki verið að kalla sig Adolf Hitler. Ég trúi því ekki, sko. Því að, já, þá talandi regnbogabörn, þá kemur nú ekkert óvart að greiði stráknum í stríti ef hann heitir Adolf Hitler og kalla sig það. Já, þetta er ekkert, sko, vænlegt til að komast, til að fara auðvelduleiðin í gegnum lífið. Nei. Hann er ekkert að fara að fá vinnu eitthvað auðvelda út á þetta, sko. Það er líka gaman að leika sem er nöfn, sko, til dæmis svo þú veitir Björn. Já. Bjössi. Og afkvæmi okkar. Já. Og hver þau verða, sko. Ég get nefnilega ekki skýrt neitt, en þú ert með nokkuð skemmtileg sem getur eða svona fyndin nöfn, eða eignast börn. Já, það er engin frægur sem er Auðunsson, en það er, sko, ég get skýrt son minn Helgi Björns og Selma Björns og svo er einhverju fleiri, sko, Sveit Björns, fyrsti fórseti og svona eitthvað. Minna spennandi. Helgi Björns var mest spennandi þarna. Ég var einmitt að skamma vinn minn Dóra DNA, Halldór Halldórsson, fyrir að hann eignaðist strák núna fyrir einhverjum mánuðum og skýrðan Kári. Það ætla bara út í hött að skýra hann ekki Björgun Halldórsson. Það var þetta mjög gott nafn. Já. Maður að leika, ég get ekki gert neitt svona. Það er engin frægur Auðunsson. Nei. Ekki neitt. En herðu, ég var að prófa að hringja þetta, maður sjá, ég er með hérna númerið. Já, við erum að gera þetta bara í beinni útsendingu. Já, þannig að fólk þarf að fyrirgefa það ef það er eitthvað ekki svarað eða eitthvað. Já, við erum búin að finna nöfn á nokkrum veitingastöðum í New Jersey. Já, og við ætlum bara að hringja þar og við ætlum að spyrja hvort það vitu þetta mál. Og hvort það sé einhver sem þau þekkja sem hitta og hvort það megi skýra það líka. Má sjá, hérna ættu að vera konar við þetta. Á hvaða staður er þetta? Hvað heitir hann? Má sjá. This is Ryan speaking. How may I help you? Yes, is this the Longhorn Steakhouse in New Jersey? This is one of the Longhorn Steakhouses in New Jersey. This one is on Route 9 in Howell. Okay, nice. Okay, we were wondering if you could help us a bit.
You're located in New Jersey. Yes. Have you read the article about the boy that was named Adolf Hitler? In New Jersey, he is 5 years old. Þú voru að segja þetta með enskur heim. Adolf Hitler. Adolf. Já, þessi var hress. Þessi var ekkert eitthvað að taka þátt í þessu gríni með okkur. Ég er að segja þér að þetta er allt og viðkvæmt, sko. Við erum beint til Þýskalands. Já, nei, ok, reynum, það eru meiri líkur einhver í New Jersey vilja ræða þetta. Við skulum prófa 1 númer í viðbót í New Jersey áður fundið Þýskalands. En sko, við vorum ekki eins og búin að segja neitt. Þú veist, við erum ekkert hérna... Við erum ekkert ánægðir með Hitler, sko. Nei, en kannski er þetta mjög viðkvæmt mál þarna líka. Við verðum samt að fá að tala þess Hitler. Já, kannski lendum einhverjum aðeins þessari. Þessi var ekki búin að taka Prozac í sig, það er nokkuð ljóst. Nei, hann líka tók alveg 5 setningar í að svara í síman. Hann segja okkur að hann verið located. Já, hann vildi bara taka hann upp böndum þessi, sko. Þetta er eitthvað annað hús. Good afternoon. Yes, hello. Hello. Do you speak English? Yes, I do speak English. Do you speak English? Are you in Berlin? I'm sorry? Are you in New Jersey? Yes, I'm in New Jersey, yes. Okay, what restaurant is this? Who are you, Shamra Maron? We are calling from Iceland, from Reykjavik, Iceland. Okay, what are you looking for? We need to speak with a person from New Jersey, and we found your phone number. Buddy, today you have nothing to do, right, I think? Yeah, this is an important issue here in Iceland that we need to find out. Find out about what? Me and my friend Ötti Blöð. Huh? Auri Blöð is me, hi. How are you? I'm good, how are you, sir? How are you? 1 second, I'll give you the owner, 1 second. What kind of restaurant is this? Hold on, let you talk with the owner, 1 second. Yes, thank you. Þessi var ekki hress, maður. Við þurfum að ringja oftar þetta núna, hann snarf veitur. Yeah, yes. His name is Angelio. Here you go, Angelio. Okay, Angelio. Can you answer one thing for us? Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you, sir? I'm good. What can I do for you? We were wondering about the name Adolf Hitler. There was a boy named that in New Jersey the other day. Do you know something about this? No, I do not. Okay, because this has been all over the news here in Iceland, and it's a big issue because a lot of people here want to name their kids Adolf Hitler. And then we read that a boy in New Jersey was called Adolf Hitler, and it was a big issue. But is this not the case? Let me ask you something. Is it Adolf? Adolf. Or is it Adolf? Adolf. It's Adolf. Yeah, like the dictator from Germany. Yes, I know. I know who it is. Yeah, you've heard of him. I've heard of him for my whole life. I heard of him. Yeah, I learned about him in school. I learned about him in college. I love your accent. Documentaries and bio. Yeah. You got a very nice accent. You got that Sopranos accent. I like it. Actually, my voice is real hoarse today. Okay. Yeah, it sounds really good. Sounds sexy though. What kind of restaurant is this you're running? Nei, það var hann farinn. Heyrðu, það var að þú sagði að hann væri sexy. Já, ég veit það. Þetta var svona Sopranos-gaur, þú mátt ekki vera eitthvað með eitthvað svona geithagta við hann, sko. Þeir eru ekkert í þessu, hann er ekkert að bara sjá Pál Óskar í hörpunni þessi, sko. Hann var alveg til í að tala um Hitler að í allan dag, sko, en leið og sagði hann væri með flottan hreim, þá bara... Ég, sko, ætlar að alveg að ringja til Þýskalands, þetta er náttúrulega rosalega viðkvæmdar byssur, sko. Já, Ok, þú tala þar, ég ætla ekki að koma nálægt þessu. Við erum 1 númer hérna í Þýskalandi. Tökum örstuðt og bara svona þreifum aðeins fyrir okkur með þetta. Já, það er náttúrulega, sko, ég held að þú bara meir ekki eins og segja, sko, háorðið, þetta heldur bara kallað háorðið í Þýskalandi, sko. Ég held að þeir eru ekkert að fíblast með þetta, sko. Þá segjum við bara the AIDS word. En þá heldur við sem við talum um AIDS. The AIDS word? Það er sjúkdóminn. Ok, eina sem ég segi, ég er að hringja hérna núna, maður sjá, þetta tekur smá tíma hérna. Eina sem þú ert að gera er að, nei, það er ekki nullið, þú ert ekki að gera nullið hérna. Við erum að lenda hérna í vandræði með línuna til Þýskalands. Sölvi Sæti mættur hérna, gestur dagsins er að koma sér fyrir. Hann rann á Hitler umræðina. Já, en við erum að hringja hérna, já, og farðu vallega í þetta. Ok. Og svo máttu henda kannski smá sprengjaðu. Bara eins og vinur okkar gerði á sínu tíma. Herðu maður sjá, hérna var þetta verið komin. Pick up, við erum að ringja á veitingastað sem er í Þýskalandi. Þetta er allt í beinni útsendingu. Það er mikið að gera þannig, sko. Já,
Ekki rósunum fyrir heiminn, þeir kannski móðgast líka við það. Já, ég ætla ekki, það greinlega nóg að gera þessum veitingastað. Herzlich willkommen im Restaurant zur Gerichtslaube. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Dankeschön und auf Wiederhören. Skiljum eftir skilabúð. Yes, hello, we just wanted to say hi from Iceland. We really enjoy your restaurant. I love it. You're doing a great job. We were there the other day and every Icelandic person has heard of your restaurant. We're really happy about it. That's one hell of a pasta you got there, sir. And you should be proud of yourself. Damn proud. Go Germany. Go Germany. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Klosse. Tschüss. Klosse og Schweinsteiger. Thank you. Bye. Herðu, ég held að... Þetta voru örlögin. Örlögin gerði það verkum að við náðum ekki inn. Jú, býtu, það hérna síðasti sens. Hann búinn að ringja eitt enn fyrir. Færi sens að spyrja hann. Yes, hello. Do you speak English? Yes, of course. What restaurant is this? What kind of restaurant this is? Yes. It's a Swiss restaurant. Swiss restaurant in Berlin? Yes. Okay. Why not? We have also Italian restaurants in Berlin. Yeah, it sounds really good. Sounds really good. We are calling from Iceland. It's a radio show in Iceland, and we just found any German number on the internet. Google. Have you heard of Google? Yes. Okay, we have a question. We hope you won't be offended by it. Is there anyone in Germany who has the same name as the dictator Adolf H? Oh, I really don't know. Is there somebody over there called Hitler anymore? Do you know? No. No? Okay, do you think it's illegal to name a child that name today in Germany? No, I don't think so. No. Okay, but are there many called Adolf? Yes, of course. Yeah, but it must be a lot less popular now than it was 70 years ago. Yes, I think so. Yeah, maybe it's now, Adolf Klose or something. Not Adolf. Or Adolf Schweinsteiger. Yeah. Yes. Would you name your son Adolf Hitler? No, sorry. No, not a good name. It's not a good name. Absolutely not, no. What's your name? So, have a nice night, thank you. You too, bye. Herra, ok, hann bilaðist ekki, við fengum, hann vildi meina það má skýra það, en það bara gerir það ekki. Ég held að það sé ekki rétt hjá honum, ég held að megi ekki í Þýskalandi, ekki Hitleri, sko. Er það málið? Ég held það. Ok, enda var þetta bara eitthvað svisslendingur. Herðu, fáum auglýsingar og svo Sölvi sæti frá skjáinu mætur hérna. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Springur þú úr stressi á 15 sekúndum. Tímasprengjan, svaraðu vitlaust. Heilarhristingurinn, stafapressan og botnaðu textan. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættinum Magasín drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Dekkjahöllin með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Forever 21 er á outfit.is. Mundu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret. Poppið í bláakossunum. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Fjölskyldu alias frábært orðskýringaspil. Börn og fullorðnir spila saman, svo Fjölskyldu alias sameinar fjölskylduna. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias fæst í verslunum Samkaupa. Hver verður staðan í hálfleik? Tippað á leikina í beinni. Nýjir möguleikar bætast við á meðan þú horfir. Lengjan beint. Taktu beinan þátt í leiknum á lengjan.is. Í dag á hópkaup.is. Prjónanámskeið hjá Knitting Iceland á aðeins 3.900 í stað 6.500. Hópkaup í krafti fjöldans.
Hörkuleikir framundan í sterkustu deild í heimi, meistaradeild Evrópu. Manchester United Benfica á þriðjudag og AC Milan Barcelona á miðvikudag. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins halva nóvember með desember áskrift. Skelltu þér núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Dikta fagnar nýju breiðskífu sinni Trust Me með útgáfutónleikum á NASA 24. nóvember. Miðasalir hafinn á miði.is. FM 95 Blö í boði. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Já, ein besta söngkona í heimi í dag, nýkomin úr einhverjar aðgerðgrei og vona ég að það hafi allt saman gengið vel. En það hins vegar komið að netnauðgun. Eina sem að stríða okkur Bjössa hérna að við ætlum að taka netnauðgunna áður en að gesturinn kæmi. En Sölvi mættur inn í stúdíóið, þannig að þetta í fyrsta sinn sem að við, hendum í netnauðgun. Það nauðga mér í beinni. Já, og við erum með gestinn hjá okkur. En viltu byrja þetta? Djöfull hefur fegur að stuðullin hérna í stúdíóinu hækkað mikið. Já, ég veit að heldur að sé eitthvað skrítið hérna að séru Sölustelpunar hanga bara hérna á glugganum. Já, þetta er bara... Líka hérna fyrir utan mér. Sölvin alveg með þetta. En herru Sölvi, nú verður þú... Á hann ekki bara svara jafn óðum fyrir? Viltu taka það? Já, ok, og gera það þannig? Já, ok. Sko, þá verðum við að fara í gegnum svona nokkra statusa og svona. Hérna er einn af þeim nýjustu. Ég kem til með að hefja námskeið í kendo, japönskum skylmingum á næstunni. Ég hef æft kendo í 15 ár og kent það í 5 ár. Tók meðal annars þátt í heimsmeistaramóti í Japan árið 1996 og Evrópumeistaramóti í Frakklandi. Hver ert þú? Eitthvað verður maður að gera til að fólk nenn að mæta, eða ekki? Já, þetta er bara allt satt og rétt. Já. Af hverju kendo? Hvenar, af hverju? Ég byrjaði að æfa þetta þegar ég er 8 ára gamall. Pabbi minn kom með þetta til Íslands, hann kynntist þessi í Frakklandi. Já. Kendo, hvað er það? Bara eitthvað svona skilbæð, þetta hljóma svona eins og nafna, eitthvað svona skemmtilegum kubbaleik. Sko, eina skipt sem ég hef heyrt þetta var í hættuspili, mun þetta er hættuspili, þarna fjölskylduspilinu. Þá var svona, þú veist, Anna, hún er ballerína, Samúel tölvugur, Atli, hann er kendógur. Já, ok, já, ég var það. Síðan var þetta munið ekki eftir hvað hérna myndið það með Peter Sellers, Pink Panther. Aðstofamaður, þeir voru alltaf að slást með kendósverðum, sko. Já, ok. Og það berja hann í hausinn með... Þetta er einhver Steven Seagal í þér, sko. Seagal er flottur. Já, hann er með þetta. Herru, ég er með annan status hérna og með fullri virðingu fyrir þér hérna. Þetta er reyndar, fallega gert, en áðan varst að tala um að þú væri að kenna kendo, en við skulum fara í þetta næsta. Ég er að taka við verkefni sem snýr að 100 munaðarlausum börnum á Haítí sem mistu foreldra sínu í jarðskjálftunum í landinu í janúar í fyrra. Þarf að hitta börnin og kynna mér aðstæði sem fyrst. Iceland Express hefur búist til að leggja málefni lið með því að styrkja mig ferð til New York, en nú leita ég að styrk til að komast frá New York til Port-au-Prince í Haítí. Er ekki einhver fyrirtæki tilbúin að leggja góðu málefni lið? Þetta er svona, þú veist, það er pínu eins og Brandon Walls úr Beverly Hills 90210 sem að henda þessu statusum upp fyrir þið. Það er bara, ég er að kenna kendo, ég er að fara að hjálpa munaðarlausum börnum. Já, ég veit að þetta hljómar svolítið skringilega, sko. Já, þetta er þessi bara En voru ekki einhverju statusur þarna á milli, eða? Nei, við tökum bara þá sem eru kjöt á beinunum, sko. Já, við erum ekkert í var að hendi gott búst, við nennum því ekki, sko. En ertu svona góður gaur, eða er þetta... Já, ég tengda sonurinn, sko. Já, þetta er drauma tengdast, þú sér það bara á hann líka, sko. Já. En ertu að fara í þessa ferðið það? Hvert til Haítí? Já. Já, í janúar. Í janúar, ok. Það voru bara mjög góð viðbröð. Já, herði í landin í janúar, já. Komið þarna... Ég var svo upptekinn í þessu, ég glemdi það. Komið þarna tundu viðbröð. Eitthvað erum að gera í lífinu, eða ekki? Auðvitað. Við erum alls ekki að gera lítið úr þessu, við erum bara öfundsjúkir ef eitthvað er, sko. Já, ég geti óskað þess að ég var í þessum pakka. Maður fer hjá sér hérna, maður mæti bara rauður í stúdíóðu. Það er Sölvi, Sæti og munaðarlausu börnin og kendóið. Já, þetta er bara svo... Ég stend ekki undir þessu strák. Ég held reyndar ef við myndum gefa út bók sem heitir Sölvi, Sæti og munaðarlausu börnin, sko, hún myndi seljast í 50.000 eintökum. En nú, sko, ég er samt, þú veist, þú mátt ekki halda að við erum ekki að rakka niður þessa statusa. Okkar finnst þetta, sko, vel gert þér, þú veist, eins og statusinu mín eru bara eitthvað svona, veist, eins og í gær, þá verið skít þunnur, þá maður bara, er eitthvað flensa ganga, kallin er eitthvað slappur, veist, ég er ekki að tala um ég sé að kenna kendo, sko, maður þannig einhvern, ég ætla jafnvel bara að fara að ljúga mínum statusum. Já, eða bara að kopja statusuna hans. En ég skrifaði bók flottastur á Facebook hérna fyrir 2-3 árum. Alveg rétt.
Sko þetta rétt, sko, þegar þið bendið mér á þetta, ég að verða svolítið eins og Hákon Karl, aðal söguhettin í bókinu, hann var sem sagt fyrirverandi bankamaður sem var í raun og veru atvinnulaus og bjó hjá mömmu sinni, en á Facebook var hann flottastur öllum, sko. Þú ert orðin að sögupersonunni. Því miður. Og fyrir utan þessa statusa líka, þá sko prófælmyndina hennar, það er eins og að reyna að gefa út eitthvað möppu bara sem fyrirsæta, sko. Það er liggur upp í skápa og... Heyrðu, mér var bent á þetta fyrir nokkrum dögum. Já. Ég tek rosalega lítið af myndum. Já, herðu. Og þegar ég fór að mér var bent á þetta fyrir nokkrum dögum og þetta er Þetta er eins og bara einhver rándýr mappa. Ég fór svona að hugsa, sko, hvort ég þyrfti að fara að endurskoða líf mitt þegar ég kíkti á myndasafnið mitt. Nei, ég meina það myndir ekki drepa hendin einn og einn í flipmynd af það. Nei. Það er ekki drepa mig, það er rétt. Point taken, sko. Þetta er, mér var bent á þetta fyrir nokkrum dögum og þá fór ég að skoða þetta og ég hugsaði að, hvað maður segja, sjónvarpið væri búið að gera með að hégómagjörnum manni. Nei, alls ekki. Þetta verður svolítið ábyrgandi þegar maður opnar allar prófílmyndirnar saman í glugga, sko. Það opnast allar einu, sko. En hver og ein er mjög falleg, sko. Þetta var nefnilega svolítið þannig, sko. Þetta var allt í lagi og allt í lagi og allt í lagi og allt í lagi, en síðan þegar bunkin kemur í heild, ég veit ekki. Já, ég meina, veist, ef ég ætti að gefa eitthvað gott ráð, það er mjög gott að vinna með börn, skilur, vera kannski með litlu frænk og öxlunum eins og ég prófílmyndin mín núna. Já, allt svona flip, sko. Herðu, hann er góð með börn líka. Við skulum aðeins bera saman hérna. Prófílmyndin á Sölva núna, það er eitthvað rándýrasta pósa. Hann er með krosslaðar hendur og hvítan klút í jakkavasanum. Prófílmyndin á þér, þar er þú í einhverju ullarpeysu með derhúð og horfir svona til himins og litla sæta stelpu í arminum. Prófílmyndin mín, þar er ég með Nilla í gerfi konu og ég er meikaður. Þarna er munurinn á mér og ykkur, sko. Fólk veit hvað það hefur mig, ég bara auglýsi hégómum, sko. Hvað er þú að setja ykkur að mynda með ykkur litlu krakk? Auð er að sigla undir svo fölseflaki, hann er svo skítæll í raun og veru. Þetta er nei. Það er að fá út fyrir á stelpunum, sko. Já. Maður veit hvað bara að gera. Hafa pókinu þín aukist eftir að setja inn dúllumyndina, auði? Nei, þetta er eitthvað gömul mynd sem ég er að vinna aftur með núna. Af því að hún fekk góð viðbröð síðast. En herðu... Sérðu hvað Sölver fær, sko? Hann er að snúa netnið ykkur niður á þig. Ég veit, af því ég fór að kommenta á mína mynd sjálfur. Ég gerði mistök þar að fara að tala um mína mynd. Ég hefði átt að halda bara áfram að pánda á Sölva. En það er enda ljótt að fá gesti sín og vera bara að gera grín á honum en ekki okkur sjálfum. En talandi Sölvi, það er þáttur í öðru kvöld. Og áhugaverður þáttur cannabis. Það eru búin að vera margir statusir út á það líka. Þú ert búin að vera að rannsaka þetta, ekki? Jú. Maður er að lítil til sjónvarpstöð, þannig að maður verður að gera það sem maður getur til að auglýsa þetta. Já, þátturinn er bara einu sinni í mánuði alltaf núna, hefur það ekki? Ok, á hverju breytist það? Það var bara ákveðið að vera komið gott í stúdíónu. Já. Sína hans minna fjersinn á mér. Ok. Fara út úr húsi og gera svona fréttaskýringadæmi frekar, sko. Ok, og þetta er í opinni dagskrá? Opinni dagskrá, já. Er ekki skemmtilega að hafa svona meiri tíma til þess að vinna þáttinn? Jó, miklu betra, sko. Og rosa góð tilbreyting. Já. Nú erstu með annan sjónvarsmann allan hliðina, hann er á förstu dögum. Já, ég er vikulega, ég er glímaður pressuna. Það er djöðlis álag á gallinu. Þú byrjar að finna þetta þegar þú eru að vera svona, hvað er maður að segja? Hvenær byrjar hann að úldna? Eftir 1-2 ár? Já, samt sko, hann náttúrulega byrjar einu sinni viku, það er þægilegt. Hann tekur ekki 5 daga vikunar og minkar svo í 1 svona. Já, ég byrjaði 5 daga líka, sko, 5 daga vikunar. 70 mínútur okkur einasta degi, sko, þannig að hann á ennþá Þetta er rosa, að þið eru að tala um Facebook, að ég, bara ef ég yfirgaf tölvunni nokkra klukkutíma, þá er bara árásetnar út af þessum kannabistætti, sko. Já. Líðið er mjög heittrúað í þessu, sko. Má ég spyrja, já, það er sem sagt að þú ferð alveg hlutlaust í þetta, ekki? Þetta er ekki forvarna þáttur? Nei, ég reyna að gera það, sko. Já. Algjörlega, ég er með viðtöl við menn sem er að reykja kannabis við einkennum sjúkdóma og velti því svona upp hvort það væri ekki rétt að lögleiða þetta, allavega að taka þá umræðu og annars líkt, sko. Þannig að þetta er ekki sponsað af S.A.H. Nei, ég skilji, en er þetta heimur sem þú þekkir? Ertu að rúlla í eina feita í fingunni? Nú er mér farið að líða ennþá verð, fullkomna ímyndin. Ég verði eiginlega bara að viðurkenna það. Ég hef ekkert verið að reykja kannabis, sko. Nei, þú var aldrei prófað þetta. En hvað er fólkið að segja á vegnuðinum? Einhvern tíma tók ég smók, sko. Já. 2-3 smóka, ég fann ekki neitt. Ok, þannig að ég er að spyrja bara, þetta er ekki eitthvað sem þú er ekki reykt. Nei. Gleymdir að taka vonið eins og Bill Clinton?
Svolítið. Já, segir hann hérna í útvarpinu. En hvað fólki á vegnum að segja? Hvort það hlint reykingunum eða andvíkt? Það eru aðalega þeir sem eru hlindi kannabissi sem eru ansi, stráng trúaðir í þessu. Já. Það ef það eitthvað neikvægt einhvers staðar, þá sturlast þeir bara. Þannig að þeir eru ekki að draga úr þeirri ímynd að þú verðir dálítið paranoid að þið að reykja kannabis. Nei, en þú heyrir það kannski bara viðbröður. Það er svona okkurlítið þannig, Já, ok. Og klukkan að byrja þátturinn? Hann er korter í 10. Korter í 10, skjárið, við híkum ekki við að afplaka samkeppnisaðalann. En já, ég hveti alla til að sóra þetta og Sölvi, takk aðeins fyrir komuna og fyrirgeðu við vorum eitthvað leiðilegði. Þið eru fínir. Við ætlum að fá Rihanna og Calvin Harris. Já, þetta We Found Love með Rihanna og Calvin Harris. Ég var náttúrulega, segja frá því að ég var í Brighton helgina. Já. Og þar var hún Helga Braga, skemmtikraftur og leikona, hinn bráðfinna. Já. Og ég var með henni í liftu á flugvellinum og þar var einhver gæi í gæi með þetta í headphone-unum svona búinn að taka úr sér að hlusta einmitt á þetta lag og þetta er svona alveg þvílíkt beat og svona allt og hátt allir í liftinu svona farin að horfa á hann og hún snýr sér að honum fyrirgeðu, ert þú á síru? Var Íslendingar sem með þetta í? Það var Íslendingar, þetta var bara svo ógeðslega fyndið Helga er snillingur Já, ég er ekki frá sem ég bara fyndnasta kona sem ég bara veit Já, þær eru nokkra, nýtt Helga og Anna Svava sem er með gestur hjá mér og svo erum við Gulla sem er með okkur í svínasúpunni Ilmur finnst mér líka einn fyndnasta kona í Íslands Þetta eru allt mjög fyndnar konur Já, en herðu, við erum að fara að gefa disk, það er komið að hinum rándýra lið þar sem við gefum eitthvað, það er alltaf skemmtilegt þannig að nú erum að gera að hringja í 511-0957 og það sem við ætlum að gefa er diskurinn Pottet 56 Fyrsti geisladiskur sem ég keipti var Pottet 4 Já, ég var með Pottet 1 spáði það ég man með þess eftir nokkru lögum á það var nú er síminn nú er síminn, hann er þetta komið Já, við ætlum að gefa Pottet 56 og ég man eftir lögum á Pottet 1 það var ég manna ekki Jésús, hvað þetta er lélegt út af Það var svo gaman Já, F95 blöð, góðan daginn Já, góðan daginn Góðan dag, hvað segirðu? Rosa gott Það ekki? Við erum ferskir bara Ekki? Jú, hvað verður að gera? Bara keyra, Já, bara keyra Það er bannað að tala í síman og keyra, Já, ég er að sjálfsögðu með handselsan, Kjaftæði Hvað heitirðu? Ég heit Íris Íris, nú fallet gömmarsnafn langar þið í Pottet 56? Já, það væri frábært. Já, frábær lög á sig Ég nenni ekki að lesa það upp, en við erum að gefa þetta Íris, hvað stóttir? Þórs, hvað er gömul? Ég er 21 21, nú, hvað skóla er þið? Ég er í HÍ Hvað er að læra? Tannlæknin Tannlæknin? Hvað er betra en tannlæknin með Pottet 56 í botni? En áttu þá ekki eftir einhver 9 ár þá á náminu, eða? Nei, ég eftir 3,5 Nú, ok Býtu, hvað er þetta langt nám? 6 árs Varstu þá í hraðbraut eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég tók þetta 3,5 bara og bara beint í þetta Vá, vel gert Ertu svona brainiac? Nei, bara dugleg Já, ég tel mér sjálf með dugleg en ég get nú ekki klárað fjölbrautaskólan held ég á 3,5 ári einhvað lítur að kunna En hún á allavega skilið að fá Pottet 56 Já, þú ert búin að vinna þinn Pottet 56 og við óskaði til hamingju með það Íris, þú mæti bara upp í 365 og sækir hann á morgun Takk hérlega fyrir. Já, og gangið vel með tannlækna bransan. Takk fyrir það. Okkur er þetta svona dýrt hjá okkur. Hörru, ég er hér. Ok, bye. Bye. Það er alltaf sama. Það er endar, ok, ég verðs samt að viðkynna, það er hrikalega dýrt að fara til tannlæknis. Já. Ógeðslega pirrandi þegar þú þarft að eyða 30 skall í eitthvað sem að, þú veist, það er eitthvað svo, þetta er til dæmis ok, 80.000. Já, það er 80.000, nákvæmlega, fyrir utan það. Ok, þú ert kannski nýbúin að klessa bíliðin. Fæði eitthvað svona viðbið og bara auka 60 skall eitthvað sem það er að gera við svo allt hérna fyrir tampinu og þá það auka 30.000 og ég þóla ekki svona stóran kostnað sem varst alls ekki búin að reikna með inn í mánuðinu Þetta eru mest pirrandi kostnaður viðgerðið á bíl og tannlækni Já, líka borga bara 50 skall fyrir að láta pína sig það er eitthvað svona Herru, við ætlum að gefa eitt disk við upp að hérna Halló, F95 blöð Halló Hæ Þetta að gefa diska? Herru, já, hárréttið þér Já, þetta eru 2 diskar með þess að 2 í einum Pottet 56 Hvað heitir þú? Ég heiti Kristín. Kristín? Hvað ert að gera, Kristín, á þessum fallega mánudegi? Bara heima elda matinn. Hvað er í matinn? Það er fiskur. Fiskur? Ísa? Nei, þorskur. Það er rosalega margir með fisk á mánudum. Það er mjög sniðut. Er það sniðut? Á maður ekki verið með góðan mat á mánudum til þess að svona lífgu upp á þennan gráa mánudag? Jú, reynda þeir tala samt sko, að því að fiskurinn er hollur og svona, þetta er til að kickstarta vikunni.
Ok, það enda góða punktur. Hvers dóttir ertu? Magnúsdóttir. Magnúsdóttir. Hvað ertu gömul? Á maður að segja það? Nú, það sér þið enginn. En þú þarf þess ekkert, sko. Það svo andum að fá að vita aldur alltaf sem ríkin. Já, ég er bara svo... Ég er bara 30 pluss. Já, ég fíla það. Ég er bara svo forvitin eðlisfari. Ég byrst aðsakna þessu. Ég skal ekkert vera að spyrja út í aldur. Ekki málið. En hérna, þú ert búin að vinna þarinn diskinn Pottþétt 56. Rándýrt prógram. Ætlar að halda fram hjá þeim jólin? Hæ? Ætlar að halda fram hjá þeim jólin? Hún hefur ekki verið að hlusta hérna á hann. Þessi spurning kannski meikar ekki alveg sens. Það er verið að tala um það að fólk sé, það er mun algengar að fólk haldi fram hjá þeim yfir hátíða, þannig ég ætla að hvort þú verið í þeim pakka eitthvað. Nei, ég held ég sleppi þessi jólin. Það er fallegt að þér. Herðu, þú átt allavega Pottþétt 56 hérna hjá okkur í skáttarliðinni. Herðu, takk aðeins fyrir að hlusta. Ok, takk. Bye. Herðu, já, þá gefum við ekki fleiri diska þessu sinni. Þetta voru, Íris og Kristín sem unnu þessa diska. Við ætlum að fá smá Eddie Vedder hérna. Eldhúspartí FM 957 árið 2011 halda ótrauð áfram á Glömbar í samstarfi við Carlsberg og Síman. Kvöld nummer 2 verður næsta fimmtudag. Framkoma Jón Jónsson, Blas Róka, The Galaxies ásamt Haffa Haff og Ögga og sérstakur gestur Toggi. Við ætlum að gefa 4 manna borð sem innihalda ískalda Carlsberg og svo býður Glömbar upp á léttar veitingar. Kynnir á kvöldunum verður Þórhallur Þórhalls úr morgunþættinum Magasín. Fylgstu með á FM 957 og komdu með í eldhúspartí í boði Carlsberg og Símans. Blade fullbúinn Android sími á frábæru verði. Síminn. Þetta kallar á Carlsberg. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótorvörurnar á markaðnum í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik þar sem vinningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 brettagalla. Heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig áspyrðir af Moosehead mótorvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Kölski og Bífítir kynna útgáfu tónleika diktu á NASA 24. 95 blöð í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 blöð á FM 957. Já, þá nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur strákanum. Klukkan 2:06 og Rikki G hérna rétt og mættur í stúdíóið. Þetta bara búið að, ekki búin að skemmta þið bara? Hörku skemmtilegt. Já, það búið þéttu þáttu hjá okkur í dag, ég er búin að ránaði með hann. Og ég hef á tilfinningunum að það verið eitthvað rætt ýmislegt sem að kom fram í þessum þætti. Já, ég myndi ekki vilja vera viss flugmaður núna. Nei, nákvæmlega. Skemmtilegu karakter þar á ferði, þannig, hvað á að gera í kvöld? Herðu, mínir menn, Tottenham að spila af Aston Villa. Já, alveg rétt, þú ert Tottenham maður. Já, þannig að það verður bara kósí kvöld í svínastíunni. Ertu grjótharður Tottenham maður? Ég er mjög harður Tottenham maður. Og horfir alla leiki og... Já, alla leiki. Ok, hver er svona uppáhaldsleikmaðurinn frá upphafi? Frá upphafi? Sko, Cantona hjá mér og núna er það Rooney. Það er erfitt að svara, sko. Núna er það... Það er erfitt að svara þegar það er ekki búið að vera neina góða leikmenn hann. Það er ekki Gary Lineker og eitthvað svona? Jú, en ég náttúrulega var ekkert að horfa á hvern einasta leik þá, sko. Nei, ok. Þú ert náttúrulega ekki 60 eins og ég. Nei, nákvæmlega. Þú ert að horfa á Bobby Charlton og eitthvað jafnaldra hérna. Nei, en sá sem núna er klárlega Rafael van der Vaart, af því hann er svo klikkaður og það er mikið svona baráttuandi og svo er náttúrulega hann svo geðveikur fótboltamaður. Viðbjóðslega Bale líka, ég er mikill aðdáandi hans. Já, þetta er nefnilega drullu flott miðja, sko, og ég held að við tökum 3. sætið. Já, þeir Aston Villa í kvöld og það ég er með nokkra í fantasy, ég er með Shea Given í marki hjá mér. Já, þú er ekki átt að gera það. Nei, en ég er með Volker í bakverðinum. Já, það er eins og vel valið þér. Já, hann Tottenham bakverðin og svo er ég með Abongla frammi. Já, en við erum að fara að vinna þetta með svona cirka 6-7 mörgum, fer það ekki illa með Given í markinu þar?
Þeir ekkert að vinna þetta með 6-7 mörg. Hvað er það reykja, dreng? Flóðgáttirnar eru að opnast. Lét Sölvi hafa eina feita hérna, hann áður hann fóru. Skildi eftir eina græna hérna. Það sem hann kallaði hérna evidence. It ain't easy being green. Það er hárrétt, en herðu, við þökkum ykkur kjallaði fyrir hlustun í dag. Ég verð mættur hérna aftur á morgun með Sveppa Krull, þar sem að hittaklefinn og fleiri dagskrárliðir verða á sínum stað. Ég held að Dagur P. Eggerts lendi í hittaklefunum á morgun, þannig að ekki missa af því. En það er komið að Óskarlagi. Ég veit að þetta er hégómlegt að spila okkar eigið lag, en það er mikið búið að biðja. Oftast litli krakkar, en mér er alveg sama, þau eru hlustundur líka. Skulum enda þetta á, besta lagi heimi.